Já, góð dag, kæru gestir, við erum komin hérna í úrslitaleik þriðjaflokks karla. Það IBF og spurning hvort að Jakob sem með mér í útsendingunni, hann að taka snapp. En ég var að pæla að fá hann í vera með vasaljós hérna fyrir mig. Herru, það er að byrja að renna, við ætlum að renna við liðið sem sagt. Og IBF liðið, það er Andri Ísak Sigfússon og Bjarki Svansson markmenn. Aðri leikmenn Elli Snær Viðarsson, Logi Jónsson, Lárus Long, Luis Rafael, Ingvar Ingólfsson, Gabriel Martínez, Ólíður Magnússon, Friðrik Hólm Jónsson, Ágúst Emil Gretarsson, Jörgen Freyr Ólafsson, Daniel Griffin og Darri Gylfason. Starfsmenn eru Svavar Vignesson, Kári Kristján Kristjánsson, Guðmundur Sigfússon og Daniel Gylfason. Svo er það lið FH, Guðmundur Jónsson og Sigurður Dan Óskarsson í markinu. Aðri leikmenn Jakob Martin Ásgeirsson, Kristján Óskarsson, Guðmundur Jónasson, Gísli Þorgeir Kristjánsson, Helgi Freyr Sigurgeirsson, Birgir Þór Þorsteinsson, Róbert Katsegata, Þórhallur Ísak Guðmundsson, Eyþór Ólafsson, Mímir Sigursson, Ásmundur Atlason og Pétur Orri Ingvarsson. Starfsmenn eru Sigursteinn Ardal, Ísak Rapsson, toppmaður, Ágúst Eli Björgvinsson og Viktor Finnsson. Og dómar eru Bjarki Bóasson og Jónas Eliasson og Kristján Haldarsson. Sissi er eftirliðsmaður. Jakob, nú ert þú mætturinn Jakob Steinn Stefánsson. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst hrikalega vel í mig. Er það ekki? Þetta er algjörveisla. Ja, nú erum það eru 4 leikir búin í morgun, allt í 4. kalla og kvenna, nú erum við komin í 3. flokk. Nú erum við komin í svolítið svona... Alvaran að byrja, það er... Já, nú erum við komin í smárugl, það er 2:30 og sumirinn að fann eða nokkar leikmenn að fann að gæla meistarflokk. Þannig við erum að fá svona hörkubolta. Já, og umgjörðan algjörlega til fyrirmyndar. Já, og við erum alltaf með eltiljósin hérna og HSI dómar og allt að gerast. Það er búið að vera meðal mætingur 300-400 manns í hverjum leik. Og við vonum bara að það er kannski aðeins færri núna hjá því að IBF eða samt vel mætt. Hvað segirðu? Við erum að tala um fyrsta sæti og þriðja sæti, IBF vann deildina. Hvernig takk hérlega fyrir þetta Helgi? Já, IBF vann fyrsta leikinn nokkuð samfærdi með 9 mörkum á útivelli. Það var í janúar, svo annan febrúar minni mig, þá sigraði FH með 1 marki. Já, og já, nú hafum liðin sett unnið sinnkvot leikinn og eru nokkuð áþekka getur þannig. Já, skiptir hún engum máli, þú ert komin í svona leik, þá voru þetta bara hvaða lið kemur betur stemt, hvaða lið er meira tilbúið og hvaða lið vill þetta meira. Ok, og ef við svona horfum bara blákalt á þetta, hvaða lið telur þú að muni vinna hann leik? Bara svona, við erum að reyna blindi sjón, við erum að giska. Já, maður er búin að fylgjast með þeim í uppbytuninni. Já, þú sást uppbytunina. Þeir nota keilur IBF, ég er ekki hrifinn af því persónulega. Nei, ég er enda á mótið líka, sko. Já, þetta er svona of mikið. Þetta er of mikið. Svona káar í fótboltanum eitthvað svona frá Danmörku dýpan. Og við bjóðum Róbert Geir Gíslason velkomin hérna á VIP í gólfið. Já, ég held að sko FH er stemmingsli, ég held að þetta falli. Sko, minnst mjög neitt að tveir saman liðin, ég held að FH vinni líka, sko. Já. Þeir komið þeir synda á móti Straumnum. Þetta er líka oft þannig að liðir sem að sigrar deildakeppnina, það tapar í úrslitum. Já, það er meira press á þeim, skilju, þeir eiga að vera bestir. En ég held að vera jafn og skemmtilega leikur. Já, það er líka ákveðin kynnti ekki að láta markmann að taka miðuna, ég veit ekki hvað mér finnst um þetta. Þetta er þetta mjög mikið, það er keilur í uppbytun og markmann að taka miðuna. Ég hef aldrei séð þetta. Nei, dróðþarfi. Hvernig hef ekki séð þetta? Dróðþarfi. Já, ég er að fíla þetta. Leikurinn er bara hafinn hér og eins og sagðan Bjarki Bóasson og Jónas Eliasson að dæma leikinn. Jónas stemdi inn í gærkvöldi með Antoni og er komin inn með Bjarka. Og leikur er hafinn hér Dalusum IBF í sók. Og það er strax flauta hér. Slagsmál. Já. Eins og segi, þetta er 3. flokk og þetta er komin í átök. Þannig að hann er inn í... Svona að vera heldur hann í peysun en á línni, dómarinn sér það vel. Já, vel var þetta. Númer 12, Guðmundur Jónsson. Þannig að Guðmundur Jónsson, það er bara saksgult spjaldi, þetta verður læti þessi leikur. Menn ætla ekki að gefa Tommi eftir. Þetta var satt Guðmundur Jónsson að verja þarna fyrsta skot. Darri Gylfason með eitthvað dólk þannig að fekk gult spjald. Já, Darri G, hann er, maður sér þess að sána hann læti í hann. Hann er bersið þannig. Topp maður örgulega. Þetta fylgir oft eigaliðinu, það er oft slagsmál og svona, það er gott. Algjörlega. Já, F-angurinn í sók. Gísli Þorgeir, topp maður, Ási. Frábærs líf. Vá, og vel varið! Frábær varsla. Númer 14, Andri Ísak Sigfússon. Frábær línusending, alveg frábær. Þetta var bara geggjuð sending maður.
Ási klikkar ekki, Káringur. Ói! Gott slútt. Það leikur númer 20, Ágúst Emil Gretarsson með fyrsta mark leiksins. Ási með skota fergrinni í vörnina hana. Þetta verður hraður og skemmtilegur leikur, Jakob. Við erum báðir á FA-vagnum en við í hálfleik ætlum að setja spá með lokatölum. Svo veitir að það svona það sem við gerum oft hérna í Fjölnir. Ég reyna að vinna með þá reglu. Ég rána með spá fyrir þetta. Já, þú sér að það er að fyllast, ég sé ekki fyllast húsið, það er að þéttast og þéttast með hverju mínútur, fólk er að koma seint á leikinn. Kæró. Og það er með rétthenda mann hérna í skittunni. Já, Eyjamenn sterkir í vörn. Það er klárt að liðin eins og ég sagði ætla ekki að gefa neitt eftir. Höndri komin upp. Gísli, sjá þetta er gott spil hjá hann. Og brott. Já, Þrís búinn að gera þetta saman í sókninni í FH. Boltinn í vinstri skittunni, hann hoppar upp og með 3 möguleika. Lína, horn og skitta. Það er 70 manns að horfa. Já, við fögnum því að verða fleiri eftir þessi líður á leikinn. Og við minnum á að allir þessi leikir eru náttúrulega aðgengilegur á YouTube-rásin okkar fjölnir.tv á YouTube. Beint eftir leik. Já, sækir hérna á Luis Rafael. Fannst þetta ódýrt? Já, þannig. En við treystum Jónasi og Bjarka alveg fyrir þessu. Við viljum samt kommenta það sem okkur finnst, engin spurning. Já. Fínt bara þetta, góð vörn. Það er gult. Þarna á 24 síns mér. Pétur Orri Ingvarsson. Hann er með snúð. Ég veit ekki alveg hvað finnst allar þess að snúða þetta deildinni. Nei. Þú veist, og áðan var dómari með snúð. Patrik Maximilian. Ég veit ekki alveg. Þeir mennir fullorðin með... Ok, þetta er fullorðin með snúð, já, það er eitthvað við það. Fullorðin með snúð, en þessi inn í þriðjárflokki, ég gef það alveg. Við rist samt púlan mjög vel. Mjög vel. Já, hann ætti vinn þinn úr Mósesbænum sem er snúðið. Elvar Ásgeirsson, hann með frábæran snúð. Það verður ekki tekið á honum. Nei, við byggjum að heilsa á honum. Skilum kveði í Mósesbænum. Skilum kveði, já. Þeir náttúrulega í toppmálum að fara í úrslitadæmi í karlamegin. Já, aftur gegn Haukum. Já, átti ekki breyki fyrir, ég held að breyk núna. En fyrsta mark FH. Númer 22, Mímir Sigurðsson. Já, Mímir Sigurðsson, hann með gott mark. Ég er í tveimur hlutverkum minn og ég detta það aðeins út. Og Jakob reynir að fylgja þessu bara. Já, ég gerir ráð fyrir að þetta verði auðveldar þegar það líður á leikinn þegar maður þekkir kannski nöfnum á strákunum. Já, ég myndi. Það þarf að líta niður á skýrsluna, finna númerið. Já, þetta er svolítið, við erum báðir í þessu en við svona þekkjum aðeins inn á leikmenn samt. Já. Og að mun lærast betur. Já. Það er nú bara svoleiðis. Já, fútun handfráls. Já, handfráls, þetta er betur. Samt, ekki handfráls, já. Alls ekki handfráls, en samt. Ég er ekki með statífina þess að segja. Já, statífin, hann er óþægileg. Statífrjáls. Þetta er ekki neitt. Fótur. Já. Jónas Eliasson er náttúrulega þekktur fyrir að leika vel það sem hann dæmir. Hann á mynda á honum úr meistaradeildinni þar sem hann lá bara kylliflatur í standardi. Já, vel varið. Númer 12, Guðmundur Jónsson. Já, Gummi Jóns með sitt annað varða skot. Og staðan er 1-1 eftir 5 minútna leik. Það verður mikil bart og ekkert rosalega mikið skorað. Ég held að þannig leikur þetta fyrir mér núna. Já, leikurinn byrjaði mjög hratt. Það er aðeins búið að róast yfir honum. Já, og ég held að verður svona stöðubart og menn er að fara að láta finna fyrir sér. Ég held alveg örugglega Ási sé eldri ári í 4. flokki. Kannski er örugglega, nei, hann er örugglega yngri ári 3. Taktu samt eftir, þetta er í 4. sinn sem að skipta með boltan, tekur vinstri hægri vinstri, hoppar upp og þarf að taka ákvörðun á 2 sjónvöldum. Senda í hornið eða hvað ætlar hann að gera? Það átt að skrefa á Gísla Þorgeir Kristjánsson, son Kristjáns Arasonar og Þorgeir Kattinar. Það má ekki glemma því. Nei. Fawcett efni, möguleg. Já, hún gaf reyndar afsvar daginn. Já, ekki núna, seinna, mögulega. Seinna, já, klárlega. Hún er búin að gefa skotinn í andliti, leikurinn stöðar. Það er búin að vera skemmtilega atvikið í morgun, Jakob. Það er búin að dæma mark þegar það var ekki mark og það hefur verið skot í andlit á leikmanni og liðið hefur mist bolta sem hélt boltanum og
Og það voru mikla kynntingar í morgun. Já, þetta svona eins og... Við fýlum þetta. Þetta eins og á til að gerast í þessum leikjum, þessum úrslitaleikjum. Númer 15, Gabriel Martínez. Gabi Martínez, já, vel spil á sér, fallegu boltan, já. Númer 4, Jakob Martin Ásgeirsson. Og það Jakob Martin, leikmaður nummer 4 sem setur þetta, hans fyrsta mark. KBM. 2-2. Allt í ánum. Já, þetta bara eins mikið í áttum að þetta verði. Ég sé þetta ekki fara stórt í aðra áttarni, ég sé þetta svona. Ég vona það. Það alltaf gaman að svona jöfnum leikjum eins og við lentum á þann í síðustu bara leiki og vonandi að einhver fari í framlengingu. FH spila með mjög framleikjandi indjána en IBF búinn að leysa vel hinga til. Númer 18, Friðrik Holm Jónsson. Friðrik Holm hana með þriðja mark Eyjamanna. Fyrsta marki sitt, það dreifist vel. Það svona stemning núna, Eyjamenn að klappa þegar FH-ingarnir í sókn. Vel gert og slögsending. Og mark. Þetta lítur nú að vera eitthvað. Já, bein hönd, hreintar með lottinu. Já, engin spurning. Það var leikmaður nr. 2 sem skoraði þetta mark. Og leikmaður nr. 23 sem fyrir út með 2 mínútur. Og leikmaður nr. 2 sem skoraði þetta mark, Elli Snær Viðarsson. Fekk hann 2 mínútur eða? Já, Ásmundur Atlason fær 2 mínútur. Ási, já, Káringur. Og gult á leikmaður nr. 10. Gísla Þorgeir. Þetta var brútal brot þarna. Já, þetta var ekki brot. Þetta hefði alveg hugsanlega ekki meira. Nei, 2 mínútur kannski í lagi. Þetta var svolítið alveg gróft. Já. Það ekki? Það var allt og seint. Já. Leikmann í loftinu komin inn. Var ekki marka? Líklega lendur, ég sá það ekki. No. En boltinn fór inn. Það ekki spurning. Bjarki spyr hvort að menn séu klárir. Ég held að það, já. Leikmann nr. 15. Þessi Danamark, nr. 15, Gabriel Martínez. Það er Martínez. Mér finnst þetta að flauta mark. Þeir eru að breytti þá. Ég heldur að vera alveg að flauta mark. Æja, skiptir ekki máli, þeir eru búin að skora aftur. 4-2 staðan. IBF manni færri spila með 6 útileikmenn. Markmann er komin út af. FH-ingar manni færri ekki IBF. Já, ég menna það. Ekkert mál. FH IBF, þetta er sama. Þú sér það að FH-ingarnir eru í svörtu, þeir eru í varabúningunum sínum. Fallegi varabúningar. Veist þeir eru fallir endur í hvítu hjá þeim. Já, sammála. Þetta er bara geggjað. Þetta er svona, ég er að fíla þetta KR look. Já, það er ekki margir sammála. Annars getur þetta gerist. Og svo engin markmaður, hann veit ekki að þig kannski, jú. Og með sitt annar mark, nr. 20, Ágúst Emil Gretarsson. Það er eitthvað hik á FH-mönnum í sókninni. Já, þeir eru hérna, Eyjamenn byrja að sterta klárt. Og það er kannski verið að taka bara skítuðan sokk á okkur báða hérna. Já, algjörlega. En við sjáum til að það er nóg eftir hérna og það er 21 og 20 fram að hálfleik. Þannig að við ætlum að spá þá í spilin. Og FH sækja hérna. Sjáum hérna hvernig er að vera með rétt þetta mann í hægri skiptuna. Þetta getur verið erfitt. Já, sérstaklega varnarmann er sterkur á mótunum. Ég sammála því þetta oftast er þetta að opna fleiri vítir að vera með örfindan. Já, erfitt líka þeir eru með framlíkjandi mann hérna í 5-1. Já. Sendingin verður oft erfið. Já, þetta verður erfið, það er klárt. Gísli Þorgeir. Frábært skot. Og leikmann nr. 10. Gísli Þorgeir Kristjánsson. Já, í leiknum sem við lýst áðan, Valur Fjölnir, þá var svona Óskarsbjarna allt í öllu á Val. Það var valnum maður leiksins. Nú er það svona Kristjáns Arasonar. Þetta er veisla. Við tölum mikið sinni frægra handboltamanna. Já, það skiptir máli. Já, það er bara svoleiðis. Þetta var allt saman mjög skrítið. 2 mínútur á Gísla Þorgeir. Það er á Gísla Þorgeir, já. Búin var gult og það er búin að dæma hot síðan. Eða það sem kallast innkast reyndar. Tekið við endalínu. Má ekki tala hot, það er ekki talað það í reglunum. Þetta er réttu dómur og beint í allir dánum. Já, hann skoði gánu 2. En það er samt hotkast. Eða samt innkast við endalínu. Það sem gerist hérna vinstri helmingnum frá okkur séð, við sjáum það voðalega takk. Já, maður þarf að halla sér hans fram. Já. Þú getur alveg að halla fram og tekið það bara og ég tek síðan við boltan. Eða sérðu? Ég ætla að einbytta mér bara að hægra horninu. Já, ok.
Ég skal reyna að sjá þetta á. Þeir taka hérna yngastið. Allt undir kontról hér. Og boltinn kom leik. Manni fleiri. Manni fleiri, sagði maðurinn. Ekkert dæmt. Vá, þetta verður Keyrir hann hratt upp. Var ekki Gísli sem tækja minn? Fljótið tilbaka. Nema þessi var ekki fljótið tilbaka, hann er frammi. Já. Númer 2, Elliði Snær Viðarsson. Það er leikmann númer 2, Elliði Snær Jónasson. Ég er ekki Vignisson. Viðarsson, þetta er rétt. Við lesum bara sem að við höfum á blaðinu. Já, ég held að það var Vignisson. Ég bara, ég veit. 6-3. Frábælega gert. Það er númer 14 eða ekki? Jú. Og það var leikmann númer 14, Birgir Þór Þorsteinsson. Það var Birgir Þór Þorsteinsson sem skoraði þarna fyrir FH, laglegt mark. Nú er mikið töðan Sigursteinn Ardal, þjálfari U20 landsliðsins. Hann er með Ísak Rapsson með sér, Ágúst Eli Björgusson og Viktor Finnsson. Ágúst Eli auðvitað markmaður meistaraflokks karla í FH. Ísak Rapsson búinn að vera frá vegna meiðsla. Topp maður og ég vil bara gefa honum alla mína ást hér. Jónas Elíasson þurfti aðeins að þakka niður í bekknum hana. Sendingin í horni hérna. Já, Eyjamenn sækja. Og vel varið. Númer 12, Guðmundur Jónsson. Gummi Jóns að verða sitt 4. skot. Róbert er eitthvað að gæjast inn í dyrnar að byrja heilsu ykkur öllum. Og svo er hann að hrunda kamerunni svo það komi hreint fram að hún er að standa sig vel á kamerunni. Og Gísli. Leikmann nummer 10. Númer 10, Gísli Þorgeir Kristjánsson. Þetta er hans annar mark. Já, það var svoleiðis. Gísli rosalega efnilegur leikmaður. Annars skiptir sem að reynir á hausan, gengur ekki. Númer 12 með sitt 15. skot, Guðmundur Jónsson. Íbjá fljótið tilbaka. Þetta er tveggja, já. Hann var á seitt, mista honum. Menn er að fara í svona kyndingar. Frábæð finta. Já, vel gert. Og svona náða að sækja þetta. Það voru afsaka hérna. Já, leikurinn heldur áfram, staðan er 6-5 fyrir IBF, liðið sem var deildarmeistari. En FH liðið er gott handboltalið, engin spurning. Liðið skiptast inn á að vera manni fleiri og manni færri. Já, það er mikið tekist á. Já, og Ási frábært skot. Leikmann með 23. Númer 23, Ásmundur Atlason. Ási öfla, hann er svona kraftur í honum sprengja, fastur. Ég er hrifinn af Gísla líka, hann virðist vera að stíga þetta upp. Já, ég meina Gísli er bara magnaður leikmaður, 99 model. Stýra þessu vel. Er að spila með FH, hefur verið að spila með FH í meistaraflokki, var að spila, komin í lið bara undir lok deildar og spila í úrslitakefni. Mikið efni, það er bara svoleiðis. Þeir vinna mikið með þetta, senda út í hot. Hann var lesinn. Hann átti bara að taka boltan. Já. Komið skref. Býtu nú við. Þeir eru búin að flauta, ekki alltaf áram. Það er mitt. Það sagði nákvæmlega orðrétt. Það sem ég sagði. Takk fyrir þetta Jónas minn, hann er að hlusta. Þess vegna með eyrunum, hann er að hlusta á okkur. Það er bara svolítið svona að þykjast verið að tala við Bjarka Bóasson í talstöðinni. En hann er með Fjölni TV. Hann er að hlusta á Fjölni TV. Gerði þetta mikið úr þessu. Já, þetta verður svona harður leikur. Já, sjóman Batran landsmanna og sjóman alheimsins, það er bara svo leiðis. Ég er komin að FH vegna alfarið. Frábær sending á Gísla. Vel stútað. Það leikmann með 14. Birgir Þór Þorsteinsson. Það er vel gert. Jakob, ég var aðeins svona smá áhyggjufullur af því að spá mín var í ruglinu. Ég er komin alfarið yfir að FH-vagnin. Ég er alveg hlutlaus alltaf, en ég bara meðist vera mikið stemning með þessu FH-liði. En við að sjálfsögðu vonumst bara eftir góðum leik. Já, vel gert. Númer 18, Friðrik Hólmi Jónsson með sitt annað var. Það vill oft vera þannig í þessum leikjum að liðið sem að næra að keyra hratt og skora hraðarflöpunum, það vinnur leikinn. Það er FH. Sérðu þetta. Frábær sending. Svo einfalt. Leikmann með 22,
með sitt fyrsta mark. Það er leikmaður númer 22 með sitt annað mark, Mímir Sigurðsson. Það er hans annað mark, það er Mímir. Það er tablan, það eiga að vera nöfnir upp á töflunni sko. Hvað er? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rosalega framalega. Já. Leikmaðurinn FH. Þeir ætla að vera að veiða á því eitthvað. Það er samanskapið mjög góð vinsla hjá FH-ingunum. Skeitinn. Númer 20, Ágúst Emil Gretarsson. Ágúst Emil Gretarsson með frábært mark. Wow, Skeitinn inn. Þetta er eins mikið í Samúel og hægt sko. Steytti sér, já, rétt. Það er keyra hratt. FH-ingunum fljótið tilbaka. Hörkuskot, frákast og mark. Það er sanna mark. Númer 18 með sitt 3. mark, Friðrik Holm Jónsson. Jakob er í ruglunni hérna, ég er að fíla þetta. Þetta var 3. mark, það er rétt. 3. mark. 3 úr 5 held ég. Já, eins og vennilega er þetta á töflunum, hvað töflunum, ég veit ekki alveg. Já, við kennum töflunum. Kennum Þorgeri þetta, hafa ekki sett á töfluna. Sem er að standa sig samt frábælega niður og ég er ekki að kenna hann ég er að djóka. Ási. Já, hvað gera hann? Hann er að finna línu, gengur ekki, þeir keyra hann upp, eigamennir. Gísli var boltan hana. Gísli heppinn satt að fara ekki alveg í hann. Það getur fengið aðra brottvísun. Já, viti, þetta er rétt. Hann sækir þetta bara, keyra á hann. Vel gert og rétti dómur. Eigamenn geta komist 2 mörkum yfir. Það var Gabbi skorar. Ég veit ekki eins og segja hvað hann búinn að skora mörg. 1 eða 2. Ég hef ekki grænan. Nei. Frábært skot. Og með sitt 3. mark, númer 15, Gabriel Martínez. Martínez með sitt 3. Já, það er bara svoleiðis. Það er bara hannig. Dreifist vel hana, 3-3-3, 3 með 3 mörg. Örugt viti. Þeir eru konið 10 átt yfir. Ég var að tala rétt á hana hvað ég var komið mikið á FH-vagnin. Þá taka ég með rispi, þetta verður bara stál í stál. Svona verður þetta. 16 mínútur, tæpar liðnar, staðan er 10-8 fyrir eigamönnum sem urðu deildarmeistarar og FH-ingur eru í 3. sæti og eru komin í úrslitaleikin hér. 3. flokkur kalla. Fyrstur á fleiri hérna sem að styðja IPVF út í sal. Já, þeir bæði er orðið stutt að fara upp á land og svo er þetta svo margir eigamenn sem búa hérna. Einmitt, þetta eru samkvæmdur. Sér að Hákon, frendin, hotnamaðurinn er mættur, eigamæðurinn. Já, galopnar þetta. Númer 14, Andri Ísak Sigfússon. Þetta voru skref. Já. Mér finnst þetta skref. Já. Kallaði bara herra á Dæmi Jónas, hann hlustar á okkur. Já. Hann er náttúrulega hálfur mynd eftir í útsendingu, hann heyrði þetta ekki strax. Það er skref eftir hálfur myndur. Já, þeir setja henni upp Luis Rafael á miðinni. Hvernig tattoo er þetta á kálunum á hérna dómarum hérna, hvað sér hann heitir? Jónas Eliasson. Jónas Eliasson, hvað er hann með? Þetta er svona monster orkudrykkurinn. Mér sýnist þetta monster tattoo. Mér sýnist það. Þá að einhver segir okkur eitthvað annað, þá er Jónas Eliasson með monster tattoo á kálunum. Við vonum hann drepa okkur ekki eftir leikinn. En hérna, hann útskýrði kannski betur. Kannski getur þau gæsalappi líka. Já. Svona kvót, skilur við. Og svona eins og gerir ritvél, eða svona tæmslu róman, eða svona hotn á því og svona rún, já. Já, algjörlega, Ég vona að hlustendur og áhorfendur skilja okkur. Það sést líklega ekki í myndaðalögum. Alls ekki held ég. Þetta er líklega gæsalöp, ég er sammála. Já, gæsalöp eða monster. Keyra hratt. Og svo Innkastið er IPVF-mána. Já, staðan er 10-8. Eyjamenn yfir eftir 17,5 mínútu. Hendi Kairó vinstri. Núna hann er skýr þarna með þetta. Það er ekkert að fela þetta. Og hvað gera það? Sækir hún á hægra megin. Frábært, gott skot. Fárnúmer 40. Númer 41, Daniel Griffin. Já, með sitt fyrsta mark. Ási skýtur yfir þarna. Staðan er 11-8. Þetta er, þeir eru að byrja að mynda fórustu hérna. Já, ég skrifa á hann var að biðja okkur um að setja sig á. Þetta verður fært í bókar, þetta var varsla, augljóslega varsla. Er það ekki? Þetta var, nei, varsla.
Þetta var varsla. Já, ég skrifði á hana? Já, ok. Hann baði það. Ég skrifði, það var svo flottur, hann baði það. Það var kurteis. Þetta er bara fótur. Ódýrt. Já, þetta var, hann dæmir hann að við pússa hann. Ég held að þetta væri bara fótur. 90 mínútur klukkunni. 11-8 fyrir IBF. Þetta hörkulið, þetta eigalið. Ekki ástæðalausu sem þeir vinna deildina. Þröngt færi. Lína. Já. Það örugglega mjög erfitt að mæta þeim í Eyjum gerir ráð fyrir. Já, eins og alltaf. Það alltaf erfitt að fara til Eyja maður. Þeir mæta hana. Nefinu mættur hús. Mjög gott skot við Gísla. Þetta var einleikur. Með sitt 3. mark Gísli Þorgeir Kristjánsson. Hann virðist eiga mjög auðvelt með þetta. Já. Hann getur gert það bara einn. Hann er með þetta sko. En það máli. Já, ég meina hann er rosalega flottur íþróttamaður og góður handboltamaður. Hvað er þetta með FH og hann að koma með marga góða leikmenn? Já, þeir bara vel þjálfaðir og góð þjálfun og alltaf og vantarlega góð gena hana líka, einhvers staðar. Líklega. Það fylgir átt Aftur frákastið. Menn ætla að reyna að fara hana rosalega utalega svo hann myndi ekki verja og það fyrir það stöngina. Ég vil að sjá FH-angana grimmar hann í frákastinu. Já. Andri Ísak Sigfússon hjá IBF kom með 3 varinn skot, hann er komin út af, kom nýmarmaður. Guðmundur Jónsson með 5 varinn hjá FH. Og staðan er 11-9 fyrir IBF. Og þá sækja hérna hægra megin. Og út í hornið, og það er mark! Leikmann með 20. Með sitt 4. mark, nummer 20. Það er 4. markið hans, Ágúst. Gústi Grét. En þú getur það séð hver skora og lesið, skilur þú? Já, ok, þú getur það ekki. Já, sjá þetta. Þetta með tölu á Númer 10 með sitt 4. mark, Gísli Þorgeir Kristjánsson. Það er hans 4. mark. 12-10 þeir haldi í við á hérna. Þetta er hörkuleikur. 20,5 mínútur búinn, 9,5 eftir, það er 2:30 hér leiki í 3. og 2. flokki. Þannig að nóg eftir að handbolta, svo er allir seinalungun eftir. Það er rauðningur hér. Ég held að það er rétt. Skilja hann eftir. Já, skilja líka eitt sóknarmann eftir. Gísli þarf ekki fleiri. Komið skref. Já, ég sá ekki, var það rétt eða? Nei, ég sá ekki heldur. Það er oft gert í svona mómentu að bara, höfum safe. Já, tökum bara skref. Eflaust rétt. Já, þetta var líklega rétt. Þetta 2 flotti dómarar sem að gera þetta mistök. Eru það huggulegir? Sjá hvað Bjarki er flottur. Já, Bjarki er fáralega flottur. Fáralega flottur. Og Seitan og Hátsson heyri í okkur. Við tökum kynntingu kannski næsta leikli eða eitthvað. Það er hygglust. Köllum á hann. Klippingar, þess og kruss. Gísli fyrir fram í á. Fiskar 2 mínútur. Já, þetta er fiskað. Þetta er fiskað. Hann fór aldrei andlita á honum. Nei. Var hann klókur? Þetta var ekki 2 mínútur brottu sem ég ætla svona með að stó. Já, en var hann klókur? Já, mjög klókur. Já, einmitt, ok. Hann sýndi, hann slæðir á hann svona. Já. Og þegar í mómentun þá getur hann alveg látið þetta lítið að vera. Það var líka hiti í Eyjamönnum og svona. Þetta var, gerðum kannski alltaf auðvelt fyrir. En þetta var, ef hann dettur út, Elliði Snær, þá er þetta erfið leikur sko. Hann er búinn að fá 2 og 2. Einmitt. Þannig að það er dýrt að hann fyrir að fá hann í rautt. Ég ætla að færa hann inn. Já, frábær finta. Vá. Númer 23 með sitt annar mark, Ásmundur Atlason. Ásmundur Atlason með sitt annar mark, stela heila boltarinn, kærulausir Eyjamenn. Það er kraftur í F-fæðingunum núna. Þetta var geggju finta hjá Ása og geggja skot. Snúningsfinta og svona, og hamrar hann í gólfið. Það var engu hjá skaut, kláraði þetta vel. Skaut á milli lappan á markverðinu. Gísli. Það er nú bara eitt sem í heiminu sem myndi treysta þetta skot, það var Gústi Jó. Ákvæmlega. Það kom að lýsa hennu eftir, en á meðan skora Gísli. Gísli með sitt 5. mark eða hvað? Númer 10 í lið FH með sitt 5. mark, Gísli Þorgeir Kristjánsson. Þeir eru búin að jafna leikin. Þeir bara, ég skal ég segja. Á eftir að koma á töfluna en það er svolítið lengi að koma inn, taflan er eitthvað biluð. Stemmingin er FH megin. Já. Þetta er að færast yfir. Ég hör nú, það voru trommur á leddið hérna meðal áhorfenda þegar Valur tapaði gegn Fylki í 4. kvenna. Og þegar Valur tapaði gegn Fjölni í 4. karla. Nákvæmlega.
Það er ekkert núna. Tromma á gólfinu núna, en ekki að nota hana. Nei, það vantar kjöða. Já, við erum með penna sem getur lánað. Það vantar aðeins smá stemningu. Já, það er engin stemming, við verðum eiginlega bara á hreinskilni. Já. Það er aðeins byrja að klappa hún. Ég sé hérna að vinkonu mín úr Idolnu, nei, var þetta ekki, Talentinu minni ég. Býtum við. Þorgerður Katrín, hún er upp í stúku með Kristján Ara. Þau eru að biðja hönd, þau eru bæði, Þorgerður náttúrulega mjög handboltasinnuð, æfði handbolta í Den og var góð og hún er hérna með læti, hún er hérna beint á móti mér hérna efst uppi. Í næst efstu röð hérna beint á móti mér. Nákvæmlega, já, ég sé þau mitt, já. Hérna, ég er bara Þorgerður Katrín og horfur á hana leik eftir á, biðja innilega að heilsa þér. Og takk fyrir að halda með mér í Talentinu. Alltaf gaman að fá stórstjörnur með árunum. Það er alltaf gaman. Það er bara svo leis. Þetta er svona smá forsetahjón svona. Þetta er huggulegt. Hvaða maður er þetta með henni? Ég er að grínast. Ég ætlaði líka að segja eitthvað Kristján. Ég var með í þessu. Rétt fram, já. Fínt spil samt. Hver er þetta með henni? Ég þekki Þorgerður. Það er þetta fyndið. Jæja, staðan er 12-12 og það er 6 mínútur eftir. Þetta er hörkuleikurinn sem við vildum. Nákvæmlega. Leikun endar í svona 30-30, 2 framleitt og vító. En ég meina þessi liður er búin að keppa tvisvar í fyrsta leiknum á sigraði IBVF á útivelli að með minni með 9 mörkum. Já. Og svo sigraði FH með 1, þannig að virðist allt geta gerst. Þetta er galopið. Engin spurning og nú er bara þegar komið í úrslitaleik þá snýst þetta vilja á heppni svolítið og stemningu bara. Já, algjörlega. Hvar það liggur, hverjir? Það þarf á Þannig var hann beint í allir dánum, alveg hygglust. Og Gísli Þorgerður ætlar að klára þetta. Það er að frétta hérna, frábært skot. Alveg klára 2 mínútur, alveg sammála þessu. Kristjánsson. Getur ekki bara láta hann að rúla á með hana? Já, ég sé. Þannig að beða mig hann að sjá klukkuna, ég get ekki sem að tala upp nefnum leikunum. Láta hann bara rúla, bara það sem er að horfa, klukkan er smá í bjöguð á skjánum en við segjum ykkur stöðuna. Það er 12-13 fyrir FH og 24-45 núna á klukkunni. Við bara lögum þetta eftir, við ljúum engað ykkur. Þetta var 2 mínútna brottvísun á Eyjamenn. Nei, hann fleygði sig niður, hann fleygði sig niður hann að hitti í Gísla. Gísli kom ekki við hann sýndist mér. Þetta getur 2 mínútna brottvísun. Ég er þetta algjörlega saman, ég held að hann fleygði sig niður. Hann fleygði sig niður. Þá var þetta ætti að þriðja brottvísun á hann. Ég sá enga slá. Það var engin hönd. Mér sýndist hann bara detta niður. Við erum í bestu sætunum í húsinu, það var engin hönd. Eins gott að Hannar Hrund sé með þetta bara á hreinu. Mér sýndist engi koma við hann. Já. Er það ekki? Já, ég meina eitthvað svona smá kyndingar á línunni. Já, hann fleygði sig gjössalega niður. Já, hann var að reyna að sækja það. Mér finnst það ljótt. Menn verður að sína. Hann er að reyna. Þeir eru í ruglinu hann að tveir. Þeir þekkjast vantanlega á yngurlandsliðunum og svona. Þetta verður eitthvað algjört bíó. Já, ánægð með þetta. Léleg sending. Gísli er búinn að fá 1 og 2 eða ekki? Happ og klapp sendingu upp. Og Elli er búinn að fá 2. Frábær hreyfinga. Frábærlega varið. Fagnar í andlitið á honum. Það er hitafærasti leikinn. Númer 16, Bjarki Svavarsson. Já, það er hitt í húsinu. Staðan er 12-13, 25,5 á klukkunni. F-fæðingar einu mark yfir og Eyjamenn einu færri og spila með vesti. Það er að segja að taka markmann út af og setja mann inn á í svona keimlíku vesti. Frábær línusending. Það var ekkert pláss. Leikum með greipanum. Ég held að sé Vignisson, mér finnst það óþægilegt. Ég er bara það er einhver að doppeltjekka þetta fyrir meginn allir. Lúti á 5-1 meirina. Lúti, Elliði Snær. Er hann Viðarsson en ekki Vignisson? Er hann Viðarsson? Hann er myndast glufa. 1 á auðum sjó. Númer 10. Og Gísli skorar, leikmann með 10. Kristjánsson. 7. Hann er komið 7 mörk pilturinn. Þetta var allt auðvelt. Lúti er að tjekka á sig. Einhverja leikskýrst í HSI. Við höfum að kanna hvort hann sé Viðarsson eða Vignisson. Kannski er ég bara í algjör rugl á neð Viðarsson. Mér finnst þú að sé Vignisson. Ég finnst afsökunar á þessu rugli, kæru áhorfendur. Já, ég held að hann afsaki þetta. Ég er nokkuð viss það. Staðan er 13-14, FH inn yfir. 26,5 liðin. Sækir hann að vítið. Vítakast, já, geta jafna. Þetta er rétt. Og hann er Viðarsson, og bara byrst í innlega afsökunar.
Hann Viðarsson, Lúti á 5-1, búinn að staðfesta þetta. Ég búinn að halda að hann sé Vignisson í afsökunar. Herðu, Sigurður Dan Óskarsson ætlar að reyna að verja þetta víti. Hann komin í marki í staðan fyrir Guðmund Jónsson. Sjá hvað gerist. Gabriel Martínez skorar. Ánægður með ennisbandi samt. Númer 15 með sitt 4. mark, Gabriel Martínez. Ennisbandið, Yngvar. Ennisbandið og fyrstulega ekki bara ennisband. Adidas. Þetta áberandi hvít með Adidas gömlu. Klassíska. Já, þetta geggjað. Þetta hrikalega gott. Þetta er svona Jordan, þú skilur. Nákvæmlega. Svona alvöru. Svona átt að vera. Já. Þetta spari. Það bara svoleiðis, en það þetta Íslands meistara titilsdagur. Hann skorar hann vill. Hann skorar þegar hann vill. Gísli. Þetta 8. Númer 10 með sitt 8. mark, Gísli Þorgeir Kristjánsson. Þeir fara líklega að klippa hann út. Vonbráðar. Gísli Þorgeir komið með 8 mörk. Af þessu 15. Erum við eitthvað að fræga þannig í stúkunni fyrir framann okkur, Yngvar? Ertu maður að sjá okkur að? Og fleiri. Þorgeir Katrín og Kristján. Þau eru líklega frægust. Já, ég myndi að halda það. Svo hann að mikilmenni Haraldur Þorvarsson er náttúrulega í húsinu. Ég sé hann, vissi ekki frábælega farið. Haraldur Þorvarsson í húsinu. Jóhannes Runolfsson í húsinu. Ragnheiður Júlíusdóttir hérna framstelpa, hún er stórstjarna, eða ekki? Já, það mættar hann, já, framstelpa mættar. Já, rétt, það viti. Svo þetta Bjarki dómari mættur. Bjarki, já, mitt. Einn hugulegasti maður sem bara finnst á Jarðvíki. Ekki, hann hefur ekki gott að heyra þetta. Nei, ég veit það, en hann á samt skila að heyra þetta. Frá mér til þín Bjarki minn, vítakast. Er hann búinn að léttast? Nei, það? Mér sýnist það. Skotið í slána, lína. Já, hann kannski búinn að léttast, já, bóta hann að línu hana, jú. Já, segjum það bara, hann búinn að léttast. Hún hugulega Bjarki minn. Varstu að segja hann að vera feitur? Já, nei. Vel varið! Já, þetta eru leikum markmannana, virðist vera þessa mínúndunar. Leikja 2 niðri. Númer 12, Guðmundur Jónsson. Það alltaf að vera vitlaust í þessu leik. Leikmann með 23 út af með 2 mínútur. Ási með 2, já. Það Ási. Ásmundur Atlason, Káringur. Þá kemur Svavar Vignisson aftur inn á. Það er ekki 1 skilin eftir í sárum, þeir eru 2. Þeir eru 2, já. Þetta var Gabriel Martínez og, nei, þetta var Luis Rafael og Daniel Griffin. Þeir eru með andardrátt. Já, það er alltaf leiðilegt. Var þetta vítakast eða? Vonum að hann jafnir sig. Já, það er víti. Þeir geta jafna hér þegar 1:20 eftir að fyrra áleik. Gabriel á punktinn. Það er línuna. Það er handbolti. Já, ég myndi maður að segja á punkt, vítapunktin. Þetta er náttúrulega víta lína. En þetta er svona talað punkt, en þú mátt náttúrulega standa hvað sem er hana. Fyrir aftur, ég held að fá fara 1 meter aftur og baka eða eitthvað. Ég mitt 2 stig og fer aftur fyrir punktalínu. Já. Og það var við! Númer 12 með sitt 7. varðaskot, Guðmundur Jónsson. Guðmundur Jónsson með sitt 7. varðaskot. Já, og gefur F.A. einhver tækifæri að komast 2 mörkum yfir. Rétt fyrir lok fyrra áleiks, það þeir svakald að þeir farið með 2 marka fórust í hálfleikinn. Nákvæmlega. Það er mínúti eftir. Hörkuleikur. F.A. manni færri. Og taka marka. Eitthvað híklana. Gísli. Það var með snöggt skot og mark. Þetta var Arnór Atlason þannig. Þessi 9. var Gísli Þorgeir Kristjánsson. Það eru 9 mörk á Gísla. Það er 14-16 F.A. í vil. 29-25 á klukkunni. F.A.ingar einu færri út fyrir áleikinn og aðeins betur. Aðeins inn í seinni áleikinn. Hvað geraði þá? Já, vel gert. Frábært skot. Og 44 með sitt 1. mark, Darri Gylfason. Darri Gylfason með sitt 1. mark. Taka leikli hér. Og þá taka F.A.ingar leikli í stöðunni 15-16. Manstu F.A. Hendur við F.A.legin á, við erum með svaka kerfa á sig. Hafdís er að standa sig eins og hetja hér. Alveg eins og Bjarki. Já, Sissi er fann upp í stúku hérna. Hérna hvart yfir einhvern, hann bara heilsa upp á gamla vinn. Heilsa gamla vinni, sýnist mér. Það er alltaf sterkt, Jakob, þegar þú ert á svona leik. Þú ert hérna að sjá eitthvað og þegar þú hefur vald til að labba yfir allan völlinn og ert að kynnti bara allir heilsa einhverjum með það. Þetta er rosa sterkt. Þetta er afgirt svæði, það sjá það allir. Og eins og ef þú sérstaklega líka út í stúkunni og veist og mátt fara yfir, ferði yfir bandið, röltir yfir, þið líður svo $1.000.000. Algjörlega. Það er bara svoleiðis. Sissi, hann er að fara að hann fer lengstu leið, hann er bara að sína því má þetta. Hvað er hann að segja að hafa meiri læti eða hvað? Ég veit, þetta var engin tilgangur eða hvað. Ég er ánægð með Sissi með þetta. Hann var að byggja meiri læti held ég. Já, Sissi vill fá boltan síns mér, hann vill vera inn á.
Sissi inn á með þig. Við erum að hvetja Sissi að fara inn á. Það er 29:43 á klukkunni, 17 sekúndur eftir að fyrra áleik. Standi 15-16 fyrir FH. FH er þá manni færri. Sjáum hvað verður. FH fara hér í sókn, reyna að skora 1 mark í lokin. Eitthvað hík þannig að kemur kerfi. Ég taka Gísla Þorgeir út. Nei, þetta er ekki neitt. 5 sekúndur. Leikmyndin rennur út. Þetta ætlar að renna út í sandinn. Langt skot. Varið. Þetta er hörku pilur. Ég er ánægð með þetta. Já, það var hálfleikur hér í stöðunni 15-16 tíminda. Það er 15-16 fyrir IBF. 15-16 FH-ingar einu mark yfir. Það var FH, já. Eftir að horfa saman leik. Við erum að þeim leik. Herðu, við ætlum að taka bara tíminda pásu. Ég ætla bara að renna kannski yfir 2 markast í hvort lið. Gabriel Martínez og Ágúst Emil með 4 hjá IBF. Og hjá FH er Gísli Þorgeir langmarkastur með 9 mörk. Það er bara svoleiðis, hann er að leiða þetta FH-lið. Og á þeim nótum ætlum við bara að taka tíminda pásu. Komum síðan aftur með seinni hálfleikinn. Það er Ingvar Nákason og Jakob Steinn Stefánsson. Við sjáum þetta smá.
Númer 12 með sitt 809. varðarskot, Guðmundur Jónsson. Og lætur bara vita Smári minn. Já, núna, já. Við erum on, já, þá var leikurinn farin af staðinn aftur byggðist einlega velvirðingar á þessu. 2 mínútur og 40 sekúndur liðnir á síðari hálfleik, staðinn 16-17 fyrir FH og ég vildi bara segja þetta það sem ég sagði henni rétt á, við vorum ekki live, geggjaður handboltaleikur, vel dæmdur, vel spilaður. Gísli með 1 mark skot á gólfinu. Já, Gísli kom með 10 mörk og Elliði er búinn að skora 1 líka. Já. Og glæslega gert, það er leikmann nr. 20. Og leikmann nr. 20 með sitt 5. mark, Ágúst Emil Gretarsson. Það er Ágúst Emil Gretarsson, dæmir hérna skref. Já, og þeir sækja hratt Eyjamenn. 4-2, gerir þetta bara sjálfur, vel gert. Hann að kerja hratt. Leikmann nr. 41 með sitt 2. mark, Daniel Griffin. Daniel Griffin með sitt 2. mark. Og þá er Eyjamenn komin yfir í fyrsta skipti, já, það var nokkra myndur. 18-17 staðan. Og stemning að myndast í húsinu þráttur enga trommur, það er bara jákvætt. Og bæði liðin þyrsti þennan titil og vel varið! Leikmann með 14. Númer 14, Andri Ísak Sigfússon. Andri Ísak kom með 4 varinn. Ég var alltaf hissað að hann var skipt út að hann á 20. myndi í seri. Kannski, með bara eitthvað skiptikerfi og þá var það jákvætt. jákvætt. Jú, líklega. Þetta var leit út fyrir að fyrirfram ákveða. Hann var heituð þegar hann var út að. Ég er að móti svona. Já. Það er bara að skrifa honum, þetta var ekki skref. Og góð vörn. Griffin með góð vörn. Já, þá brotaði hann vel á Ása. Sjáum að það teki Gíslur umferð. Kemur svo sem ekki óvart, kom með 10 mörk. Fær hérna boltan. Klippa hann bara inn hana úr horninu. Já. Komin í yfirtala, náðu ekki að losa boltan. Góð vörn. Sandra Sif kameramaður brjáluður og geti ekki hort á til símanum sínum. Sagði ég Sandra? Segir fast á honum. Sara mín, fyrirgeðu. Önnur af 2 aðstoðarþjálfurum mínum sem heita báðar Sara og ég hef aldrei kallað hann Söndra og ég byrst innlega afsökunar. Frábær sending. Já! Númer 14, Andri Ísak. Andri Ísak Sigfússon. Búinn að vera 5 bolta. Andri er svona stemningskall. Hann er stemningskall, já. Hann er upp í stúku, hann er að biðja okkur að skrifa fleiri á sig varinn og Einmitt. hann fagnar vörslum þær og hann er mjög þétt setið hérna. Það er þetta sem að þarf, þetta sem IBF-liðið líka sérstaklega þarf. Það er svona stemmingin, þeir komast oft langt á henni. Engin spurning. Góður. Það sem þeir vilja meina sé Eyja geðveikin. Veit ekki hvort menn verður svona bilaði við að fara bara í eitt bát. Mér finnst það líklegt. Svífur og skoðar. Griffin með 2 í röð. Númer 41 með sitt 3. mark, Daniel Griffin. Þetta er hans 3. mark. 3. markið hans og annað í röð eins og sagði réttilega sagt ég þér Jakob Steinn Stefánsson. Góður. Já. Þeir eru þéttir vandalega. Hefði geta fiskað rauningin hann að með öxlun undan sér. Já. Það er réttilega dæmt. Aukakast fyrir ráð fyrir. Rétt. Og Ási, vel gert. Númer 23 með sitt 3. mark fyrir FH, Ásmundur Atlason. Þetta er hans 3. mark í leiknum. Spiluðu boltanum að mjög vel FH-ingar. Spiluðu hann hratt, galopna örna. Engin spurning og staðan er þá 19-18, Eyjamenn 1 mark yfir. 6 mínútur liðnar á síðari hálfleik. 19-18. Hann að galopnaðist vörnin. Þetta er eitthvað höfug, stöða tíman. Ég sá ekki alveg hvað gerðist. Það var númer 44 sem skoraði sitt annað mark, Darri Gylfason. Þetta var annað markið á Darra Gylfa sinni. Elliði Snær búinn að vera miklu. Hann er búinn í slagsmálum. Já. Þeir var bara gáðan hans að slá sig hann á hvort annan og halda áfram. Já. Ég held þessu frændur. Þeir eru búinn að vera í ykkur eða mjög góðu vinnir. Það er eitthvað annað. Já, ég getur eitthvað tengt til. Þetta er meira heldur en bara list. Vel spilað, vel gert. Vel gert hana. Númer 14 með sitt 3. mark, Birgir Þór Þorsteinsson. Birgir Þór Þorsteinsson með sitt 3. mark. Já.
Þetta var mjög vel leist Jóna og komið út af vinnumanninn. Það er erfitt að eiga við hann, hann er hrikalega hraður. Já, góð lunginn, það er erfitt að vera hægri skiptunni. Já. Ég ætla að gefa hann alveg mikið props fyrir að leysa þetta svona vel. Þetta er vel varið. Hún geysast þetta fram. Númer 12, Guðmundur Jónsson. Gísli sendir boltan hana. Dæmi líklega aukakast. Vel varið. Númer 14, Andri Ísak Sigfússon. Með sitt sjötta var það skott. Nákvæmlega. Já, staðan er 29, ætlar að jafna hérna. Nei, þess að F-fanga þurfa þá að verjast einu sinni og jafna síðan. Brynjar slökkviliðsmaður komin aftur. Hann er genginn aftur, það er uppstillingardagur. Hann stígur upp á svona dögum. Hann getur ekki stillt sig frá þessu og ég elska það. Eyjamenn í sókn í stöðu 20-19. Leysir hann inn. Gott skot. Úr hægri skiptunni. Númer 7, Luis Rafael. Frábært skot hjá Luis Rafael. Geggja skot. Markmann var í sig allan tíma, vissi alveg hvað hann var að gera. Hann bara hamraði hann í gær. Já, hann bara gætt að taka þennan. Ási. Lyftir sér upp, boltinn í horni. Já. Sending. Láta bolta ganga inn yfir aftur á vinstri og svo yfir á Birgi. Birgir komið skrefin hann, það er rétt. Þeir virðist að ég er miklum vandræðum þegar ég misti kaffiboltan. Var eitthvað í honum? Nei. Og fór hann ekki alveg niður, ok. Ég er bara að skulda fram að sissa. Það geta enda hræðilega. Og Gísli Þorgeir með sitt 11. mark. Númer 10 með sitt 11. mark, Gísli Þorgeir Kristjánsson. Það virðist ekki duga að taka hún umferð. Það gera eitthvað meira. Já, takk. Allt að gerast hérna, Svenni Jói mættur. Og Eyjamenn þá í sókn og F-fanga spila hér framalega, mjög framalega. Búin að gera það mest alltaf leikinn. Sendingin í hornið. Já, svo leysa Rúðusu og Luis Rafael skýtur bara framjá. Já, reyndi hann að nær hornið. Já, í stöðunni 21-20. Og það eru 21 mínútur eftir leiknum. Spurning hvort hann ekki bara að fara alla leið þarna. Já. Það var alveg pláss. Engin spurning. Ási Róarda kemur á miðuna. Spilar yfir á Birgi. Birgir eins og sagði hann búinn að naskur í hægri skiptunni. En það, já, kannski háið þeim ekkert ómikið að vera ekki með örfendan, en það væri gott við þá. Vá! Góð hreyfing. Númer 23 með sitt 4. mark, Ásmundur Atlason. 4. markið hjá Ásmundi Árnasyni. Atlasyni afsakið. Mitt ekkert mál. Ási, flottur strákur, búinn að jafna í 21-21. Já, hann losnaði Gísla og hann klippir og fæsla yfir og allt galopið. Já, þeir leggja mest áherslu á að stoppa Gísla sem kom með 11 mörk, en þá eins og segir meira pláss fyrir aðra. Já. Slagsmál á línunni. Enn og aftur. Já, það er mikið læti. Já. Það fyrir eitthvað að fjúk út á bráð. Þessi Elli samt, hann er í stuppusunum nr. 17, hann fyrir þessi töðun á mér. Það er nr. 2. En ég ætla ekki að pyrja móm á því. Já, fær hann aukakastið, mér fannst það ódýrt. Já, ég sammála. Nokkri sammálaðir í húsinu með það. Og Luis Rafael og Daniel Griffin. Góð hreyfing, hann að opna allt fyrir hornið. Og hann klárar. Friðrik Hólm. Hvað er búinn að skora mörg? Leikmaður númer 18 með sitt 4. mark. Friðrik Hólm Jónsson. Ég var með lið einu svona í 4. kalla úrslitum sem að spila á móti þessu liði Eyjaliðinu. Já. Og töpuðum í 8 úrslitum. Þeir eru Íslandsmeistarar, það er 2 ár síðan. Losna aftur við Gísla. Wow. Að hamra hann í slána. F-fánar frákastinu. Hörku skot samt góð hreyfing hann. Dæmi skref. Það var ekki allir sammála. Þorgeir Katrín er ennþá standandi með bandbrjálegur þessu dómi. Hún stóð upp og veifaði höndunum, það var sem gerist. Það er mikið þegar það gerist. Hún stóð þarna ekki upp að baða höndunum fyrir mig í talentinu, það er nokkuð ljóst. Griffin sterkur. Já, og Darri. Galopnast allt fyrir vinstri skiptuna. Númer 44 með sitt 3. Darri með sitt 3. mark. Darri Gylfason. Darri er að koma í 23-21. Já, en þeir ná ekki að hrista
að fá okkur af sér. Nei. Ekki ennþá allavega. Nei, það er bara þannig. Og þeir sækja hér Ási. Já, rífur hann aftan í hann og 2 mínútur. Það er leikmann með 20 sem fær 2 mínútur. Já. Það er hann Ágúst Emil Gretarsson. Já, hann er búinn að skora 5 mörk í leiknum. Hann er markahæsti maður Eyjamanna. Hans fyrsta brottvísun. Já, þannig að það er... Þetta er blóðtaka. Skarfellskildi og blóðtaka. Já, Ási, frábær hreyfingu og gott skot. Númer 23 með sitt 5. mark, Ásmundur Atlason. Það er einu færri en þetta var allt auðvelt. Já, 23-22, einsmarksmunur, 17 og 40 eftir. Við hvetjum fólk til að horfa á næsta leika, þriði flokkur kvenna klukkan 18:30, Ágúst Jóhansson, landsliðsþjálfari kvenna og Kári Garðarsson, þjálfari Íslandsmeistari Skróttu, lýsa honum hér. En einbyttum okkur þessum leik, Birgir. Já. Þetta er snirtilega gert. Númer 14 með sitt 4. mark, Birgir Þór Þorsteinsson. Það er jaft. Það er jaft, þetta er fljótt að breytast. Jordan. Það eru 13 myndir liðnar af síðaráleik. Ólaf Ásta er komin inn upp, við bjóðum hana velkomna í hús. Innilega velkomin Ólaf Ásta. Það er ekkert að gerast hérna hjá Vestmannaeyjum og F-fangarnir eru brjálaðir. Rísa henni upp á bekknum og dómarinn segir vinsanast að setjast niður. Það er alveg rétt, boltinn var hérna bara á þunnu bláu línunni allt og lengi og ekkert að gerast. Þunnu bláu línunni besta sem ég heilt, já. Ok, þetta er rétt hjá þér. Manni færri augljóslega. Það tefja. Já, frábært skot. Númer 7 með sitt annar mark, Luis Rafael. Þetta var upp úr engu. Herru, við glemdum að spá hérna á hann. Hvernig spáur eru lokatölum, Jakob? Ég ætla að halda mig fyrir spá og það er leikmaður númer 22 og hérna spá F.A. sigri. Mími Sigursson hérna með mark. Ég ætla að segja 31-31 og fara í framleggingu. Já, ég vona það. Hvað ætla þú að segja? Mér finnst F.A. spila skemmtilegri bolta. Mér finnst eins og IBF þurfa að hafa meira fyrir mörkunum sínum. Þetta er oft eitthvað svona... Hætti að vera Pétur Martinsson og tala í kringum hlutina. Segðu bara hvað er með lokatölur? Þetta er 20 og eitthvað? Þetta er 29 IBF, 33 F.A. Vá, þetta er... Ok, ég er að fíla þetta. Senustu 10. Fíla þetta. Sjáum hvað verður. Vel varið. Lendir hann illa. Bjarki stoppa leikinn. Sigurður Dan Óskarsson með frábæra vörslu. Mætti hann í nærhóni. En ég er enda sko, til dæmis ef þeir missa 11 út af sem hann fá aðra brottu sem það er komið rautt, þá er þetta alveg erfitt fyrir þá. Er það að gerast það? Nei, það er ekkert að gerast minni. Ég var samt bara að kanna stöðuna. Það er Sara, séu við eitthvað að skoða hérna. Þetta er unningurinn, þetta er hárrétt. Engin Sandra hér. Sandra er að standa sér frábærlega á myndavélinni. Sjá hvernig hún færi myndavélina frá vinstri til hægri. Ég veit ekki hvort það var djókur. Ég var ekki að grínast. Ok, hann heitir Sara Sif. Hvað sagði ég? Þú sagði Sandra Sif sem ég sagði á hann. Hann hélt þetta í alvegni. Ég hef búin að smita fólk hérna. Já, ég fyrst ásökun á þessu. Það er Sara. Hvað gerist það? Það er að klappa. Ég dætt út hérna. Æja, vonum að Sara standi sig vel á kamerunni. Já, Þorgerður vill bara hreinlega að fá höndinu upp. Enda ekkert að gerast. Góð vörn, Gísli tekur hann að bolta. Það geysast fram. Alltaf sem ekki að gerast hjá Gísla. Hann var með mann með sér. Hann fær vitið. Logi Snædal, hann er heppinn að fá ekki að tekja með það brottu sér. Ákveðin á leiðinni, ég var ánægð með það. Hann ætlaði sér bara að fá þetta. Hann ætlaði ekki að senda manni vinstra megin, hann ætlaði inn. Birgir er hörkuleik maður. Og Gísli á línunni. Gísli á línunni sem köllast undir punkt. Ísak Sigfússon til varnar. Hörku varsla sá við honum hana. Með sitt 7. varnarskot, nummer 14, Andri Ísak Sigfússon. Það var frábær varsla hjá Andra. Já, ég meina við erum frá Gísla sem er góð vítaskipta. Nákvæmlega. Það settist bara á boltan. 24 í staðan. Það er líka komið meiri stemming núna í hérna áhorfendur. Já. Þetta er miklu betra núna. Klálega, samanlega því. Skrítið. Vel leist.
vel spilað. Það var mjög vel spilað. Númer 20 með sitt 7. mark fyrir Eyjamenn, Ágúst Emil Gretarsson. 25-24. Hann á mjög auðvelt með að fara fram í þeim. En stoppaður endan. Það bara þannig. Andri Ísak varði þetta, ég ætla að gefa hann punkt hérna. Þó það verður dæmt fríkast ef hann hefði ekki staðan á þetta farið inn. Það rétt. Og boltinn á Birgi og hann í dæmt fríkast þetta. Hann var að láta boltagangun í horn á Eyþór Ólafsson. Ási. Skref hann. Hann allan að koma með skref, það alveg rétt. Það falleg hreyfing. Aukakasti. Ég hef alltaf sagt að átti ekki dæma að skrifa á góða hreyfingu. Nei, ég sammála því. Sækir hann utavert. Hann góður, kemur utavert og hamra sinni fjær. Komið skref. Bjarki alveg með þetta á hreinu. Gísli með skoti. Vel varið. Sparkar hann hana. Andri. Númer 14. Með sitt 9. varðarskot. Andri Ísak Sigfússon. Þetta var hans 9. bolti. 9. bolti. Hann sjóðandi heitur. Það heyrðist í kamerunni þess að hann sparkar í boltan. En nú í forvörðin. Nú er hann búin að vera að verja alveg eins og berserkur. Er hann á leiðin út á 20. mínútur eins og í fyrri hálfleik? Eða mun að klára? Einmitt, hann lítur að klára þetta, lítur að... ég trú ekki að það. Hann er búin að vera flottur. Spurning, Bjarki Svafarsson heitir hann. Hvað spurning hvort það sé sonur þjálfara hans? Ekki það skiptir eitthvað máli, en ég er bara að spá. Ég er alltaf að tengja menn. Einmitt. Ég er reynd að tengja á hann en að Davíð B. Gíslason og Róbert Gíslason. Ég sagði það var ekki bræður. En Davíð B. sagðist ekki geta útilokað. Ekkert dæmt. Hvað fannst þér þetta? Ég er ekki viss. Ég kallt maður bara. Ég hef dæmt viti. En Kári með auga tíu. Nei, Kári. Ég dætti alveg út. Bjarki, hann var handlis á þessu. Er með auga tíusins og er fallegasti dómarlandsins og þá klikkar þetta ekkert. Já, hann alltaf þurfti að taka ákvörðun og hann gerði það. Já, það er rétt hjá þér. Það er rétt hjá þér. Svo hár rétt hjá þér að annað. Gengur erfilega í hægri skiptinu hann að losa boltan í hornið. Já, það er satt. Ási sækir hann á Lúis Rafael og Birgir. Andri að verja. Númer 14 með sitt 10. varðarskot, Andri Ísak. Og hinum einn. Það er leikmann nummer 20. Og númer 20 með sitt 7. mark, Ágúst Emil Gretarsson. Það er leikli henn FA megin. Og FA engar taka leikli. Ágúst Emil með sitt 7. mark. Hann fljótur upp. Og staðan er 26-24 fyrir Eyjamenn. Já, þetta er fljótt að gerast hérna og Eyjalið er svona eins og sagði, það er stemningslið, þetta er alltaf stemningslið frá Eyjum. Ég myndi segja að ég ætlaði nú að fara að segja að F-fangarnir væri hugsanlega betur spilandi, minnst bæði vel spilandi. En eins og segir, stundum er hlutin aðeins erfiðari fyrir Eyjamennina. Og kannski tilvílunarkenndari, finnst mér. En ég meina, það skiptir ekki máli. Þetta er bara spurning um mörkin, eða ekki? Eða þú veist. En samt, ég meina, þú ert með í F-fólkinu, þú með Gísla Þorkjær, hann kom 11 mörg. Og svo ertu með Birgi. Og Ása, mér finnst aðrir róleri. Svona vantar kannski aðeins meiri kraft í línu og hotnamenn. Þetta hefur dálítið hrunið en eftir að þau tóku Gísla úr umferð. Já. Þeir eru kannski aðeins svo hikandi í sóknarleiknum. Já. Meðan það eru fleiri sem er að stíga upp hjá Eyjamönnum. Þetta er klárlega erfiðar eftir að tóka hann út, það er rétt. En staðan er 26-24, 11 mínútur eftir. Eyjamenn eru yfir með 2 mörkum. Deildarmeistararnir sjálfir í þessum úrslita leik þriðjaflokks karla árið 2016 í Dalhúsum 5. maí. Það er uppstigningadagur, Jakob. Já, þetta er Kristalur hátíðadagur. Það er ánægilegt. Þetta er rauður dagur. Það var engin skóli í dag. Frábært fyrta hérna. Það var að dæma vítak. Það var mættur á búti. Það var góðan svona, þessu var helviti góður. Það er svo góð, Gunnar Óli sem að dæma þetta með Bjarka. Hann er að gera grína þessar hreyfingum í stúku. Hver? Gunnar Óli, sá sem var í 3. sæti í vítakefni í fótbolta.net árið 2014. Og erum við að dæma með Bjarka í Óli-stildin, ekki satt? Jó, hann var að gera grína hreyfingunni hans Bjarka eins og við vorum að gera. Þetta var góð hreyfing, þetta var svona gluggaþvottar hreyfing einhver. Hann var eins og þurrka. Hann á að redda sér en samt bara alls ekki. Alls ekki, þetta bara, já. Þetta er fótur. Jónas sá þetta betur.
Eitthvað higg. Heppinn hann með tíman. Já. Það eru 20 mínútur liðnar síðarleikar, 10 mínútur eftir að leiknum og staðan er 26-24. Ætla F-fáingar að koma sér inn í þetta aftur. Enn og aftur sendi ekki niður í horn. Annar veit enginn hvað gerðist. Mér sýnist F-fáingar dregan. Já. Þetta er líklega rétt. Enn og aftur sendi ekki niður í horn sem að verðist alltaf að vera erfið. Já. Og þá þarf hann að dripla tilbaka á hægist öllu spilinu. Klálega. Þetta segja bara byggameistarar Jakob. Jú. Það er bara svoleiðis. Enn og aftur utanvert. Já, saman fjær. Númer 23 með sitt 7. mark, Ásmundur Atlason. Þetta var 7. marki Ásmundi. 7. Þetta var 7. marki. Ég datt eitthvað svona aðeins út hana. Já. Nú heyri ég bara hálfur í þér. Já, ég sé ekki með lengur. Smári. Ég heyri bara hálfur í þér. Ég heyri bara hálfur í mér líka, nú er búin að laga þetta. Smári, takk fyrir að segja þessi með. Nú er, já, þú ert með. Þú ert alltaf með Jakob. Þetta er rosalegt. Já, þetta er rosalegt. Það eru 10 mínútur eftir 9 mínútur. Og það er klipping. Boltinn til horni, góð sending. Allt gaðalopið. Wow! Þetta var rosalegt skot. Klíndunum hann upp í. Númer 20 með sitt 8. mark, Ágúst Emil Gretarsson. Hann er bara eins og Teddy Theodor Sigurbjörnsson, hann bara hamrar hann. Ég meina, sendi bara boltan á mannin, hann er ekkert að fara að klikka, þetta lítur illa út. Fær viti. Hann var náttúrulega ekki lentur held ég. Hann var alls ekki lentur. Það er öll að segja það kannski. Það skiljuðu dómarinn eiga öll með lentur, en þetta var bara góð hreyfing og vel gert hjá hann. Þetta var vel sótt. Hann let sér bara vaða, skiljuðu, hann er svolítið mikið í því. Einmitt. Á Ási á punktunum, vel sótt hjá Birgi. 2 feik. Já. Númer 23 með sitt 7. mark, Ásmundur Atlason. 7 komin Ásakallinn. Já. Hann nálgast Gísla sem búinn að tekin út í seinum síðuráleik. Gísli Mellu, hann skoraði alltaf 1 eða 2 í byrjun síðuráleiks. Þegar hann var kliftur inn í hann á hotninu. Einmitt. Svo hættuði því bara. Þeir prófuðu það allan ekki aftur. Þannig að nú er komið stemning í stúkuna. Gífurleg stemming. Og Logi Snædal. Frábær línusending. Já. Númer 18 með sitt 5. mark, Friðrik Hólm Jónsson. Það var Friðrik Hólm Jónsson sem að setti hennan í nettið. Eftir þess að geggju sendingur og Loga Snædal á hotninu. Logi Snædal Jónsson. EM er búinn að eiga 2 algjörlega frábæra línusendingar. Það er alltaf gaman þegar maður sér. Það er samlega 2 geggja línusendingar. Mjög flottar. Og reyndar einin góð líka hjá Ásæðin í upphæðuleiksmarstöðu. Þegar F-fangarnir klúður hann, settur sem fyrir aftan baki á mannum. Nei, manna ekki. Ok, það var geggjur hrein. Horfðu bara leikinn aftur á Fjölni TV eftir og kíkta á þetta. Það er ekki Þetta er byrjunleiks og þetta er ekki að leita langt. Þetta er bara fyrstu 3 mínúturnar eða eitthvað. Við hrósum þessu. Birgir, Ási. Þeir verða ekki að klippa Gísla inn eða? Hvað segir það, Jakob? Hvað segir þú? Verða ekki að klippa Gísla inn eða svona? Fá hann í eitthvað spil og losa síðan boltan bara? Algjörlega, þegar hann fær boltan, þá opnast það aðra. Þetta er frábærlega gert. Númer 14 er 15. mark, Birgir Þór Þorsteinsson. Birgir Þór Þorsteinsson með markið, en Eyjamenn eru ósáttir. 7 mínútur eftir að alltaf sölu punkti hérna. 28-28. Mér veist bara eins og séum að heimaðalli Eyjamanna, það er bara... Algjörlega. Eða heimaðalli F-fáinga. Það er enginn í treyjum, maður veit ekkert sko. Það er klappa bara. En það er stemning. Já, hygglust. Og mér sýnist framstelpunum að vera byrjaðar að allavega að gera sér líklegar til þess að hita upp fyrir næsta leik. Ég skil það vel. Þær eru að keppa á móti... Þær eru að keppa á móti Fylki. Klukkan 6:30. Fylki getur sótt sinn annan titil kvennamegin í dag. Já, og þá taka gestirnir, IBF tekur leiklega, báðu allir gestir hérna. Hanna, fáum lagið, fáum Eyja-lagið. Það er bara svoleiðis. Þetta er veisla. Þetta er veislulag. Ingvar, hvað er hann að segja við á hérna Eyjamegin? Hvaða skilaboð er hann að... Er hann að lesa varir eða? Já, ég var eitthvað að reyna að hérna... Hann segir, Lúis Rafael, þú fer þangað. Logi, þú slakar. Sí. Ég treysti að hann Svavari klálega fyrir þessu. Kári Kristján er númur til Hals og Traussana fyrir aftan. Mitt. Þeir eru á loka metrunum. Sko... Ef einhver er líklegt að klára eitthvað þá er það Eyjamenn sko. En ég held að þetta verði stál í stál alveg til loka sekundu. Já, spáa mín, hún var hræðileg. Ég veit ekki um það. Já, það stefnir ekki í það. En þú sagði hvað, síðustu 5 mínútur, 7 mínútur? Nei, ég sagði síðustu 10 og myndi þetta allt fara að hrökkva. Já, það er ekki svo leiðis. Nei. En getur síðustu 5, hugsanlega, það þarf lítið út að bregða. Mitt.
En ég held að ég sé nær spáni allavega. Þess að mín spá sé nærri sannleikanum. Já. Nærri því sem verður. Hvað er sannleikurinn skilur við? Pétur Jóhann Sigfússon. Þetta huglægt. Já. Heyrðu, þeir sækja langt út hérna. Það Jakob Martin Ásgeirsson. Slagsmál inn á línunni. Þetta í 4. sinn í leiknum. Hann búinn að aðvara 4 sinnum. Já, það mikið aðvarni hér. Allt og mikið. Og þá heldur leikurinn áfram. 6 mínútur rúmar eftir 28-27 staðan. Eyjamenn yfir. Sekki, opnast allt í horni. Og nú hérna var bara hleypunum. Þetta ekki, já, rétt. Þetta ekki brot. Þetta, já. En var þetta lína? Nei, hann var ekki að koma út af bara. Hann bara út af. Ég held að það var svoleiðis. Já, algjörlega. Ég held það. Algjörlega. En hann dæmdi eins og var dæmdi, Andri að loka rammanum hérna. Númer 14 með sitt, þetta var það skot. Þetta var það skoti og Andra. Andri Ísak Sigfússon. Já, þetta var vel varið hjá Andra Ísaki. Það 5,5 eftir, það 28-27. Það búið að tróð fyllast hérna svalinnar, Jakob. Það alltaf að gerast. Já. Það bara þannig. Og hvað gerist núna? Eyjamenn Logi Snædal. Allt og öll að fram með honum hanna. Og Rafael skorar. Númer 7. Sterkur. Luis Rafael. Eitthvað að flýta sér F-fangarnir þurfa að flýta svona mikið, ég ekki viss um það. Og róa. Skilabóð á bekknum, slaka. Það 5 mínútur eftir þessu leik. Kæru gestir og áhorfendur. Feitum hvernig að styðja ykkar lið þessar 5 mínútur á fullu. Ási, þetta að segja, loksins. Hanna, sjö, það færður hratt spilt tilbaka, já. Það var alltaf gert. Galopið. Leikmann nr. 4. Númer 4. Logi Jónsson. Jakob Martin Ásgeirsson, vissi þannig var. Það var ekki Logi Jónsson hana. Og Logi, já, Logi IBF. Hann IBF. Herru, það 29-28. 4,5 eftir 7. Klippa Gíslinni leikinn. Ég að segja það leið, fá þeir opið fæði þegar einbætt svo mikið að Gísla að verða alltaf eitthvað laus. Algjörlega. Þeir verða að gera það meira. Við erum bara að gera það 2 svo setna og fá markúum báðum. Þetta var meira sér ekki eins og það vel gert. Það misti boltan og þetta var svona lítið klauvalegt. En bara að fá hann í leik. Frábær vörn og fljótur upp. Já, samt ekki. Það vantaði. Birgir. Þetta víta. Já. Hann var inn í teig. Hann vil menna að það gerst fyrir utan, ég sá það ekki alveg vilja. Já, Jónas Þá sjá markmannir senda bara beina bolta strax. Já, en ég hefði frekar persónulega stilt upp. Bara, þetta með ást og oftæft þessi sendingar það. Já. En þeir fengur fríkast. Og nátti á víti. Dæmi skref hana. Er það? Var þetta skref? Ég meina, hvað var hann dæma hana? Nei, var þetta skref? Nei, mér sýndist ekki. Nei, mér sýndist ekki heldur. Góð hreyfing, hann hefði getað þetta með ruðningan. Mér varst alls ekki skref. En Bjarki fallegur og hann má dæma sem hann vill. Kannski hann dæma á öxlina á hann með ruðning. Já, ég held þetta skref. En hérna, mér varst ekki skref. 29-28, 26,5 á klukkunni. 3,5 eftir, Eyjamenn eru 1 yfir og í sókn. Nóta Olbón og Logi Snædal aðeins. Vá, vel spilað! Það leysa vörn F-fangana virkilega vel. Nú 41 með sitt 4. mark, Daniel Grippi. Frömiðja. Hún var í ruglunu, segir Bjarki. Bjarki bara reyna að sækja sig athygli, þú veist hvernig þetta er. Einmitt. Þú þekkir hvernig hann hugsar. Báðir framarar. Já, svona er þeir. Upp til hópa allavega. Þið framararnir. Löng sending, hann er hann aftan í honum. Veit ekki boltan, fann hann. 3 mínútur eftir, 2 marka munur, Eyjamenn yfir. Mikill hraði í leiknum núna. 3 mínútur eftir. Og hvað? Auka kast. Já, Sigursteinn þjálfari FH setur upp hérna eitthvað. Fríkast og Gísli Þorgeir vill fá hann er ennþá með 11 mörk hérna Gísli. Hann ætlar að gera þetta sjálfur. Þetta er allt og erfitt. Já, sko, tilgangum með að fá hann í leikin er að losa fyrir aðra. Algjörlega. Þannig að hann á boltan, sækir sig 1-2 og svo bara galopið ykkur staðar. Hann á ekki að vera að keyra inn í leikin. Frábært skot! Númer 23 með sitt 8. mark, Ásmundur Atlason. Ásmundur Atlason með sitt 8. 2 mínútur eftir Jakob, 1 marks munur. Ég ætla ekki að vera hrókafullurinn í spáð 31-31. Við erum nálægt í! Nú ætlar allt koll að keyra í húsinu. Já, stemning. Þorgerður Katrín er að Hún er að þramma, svo að segja. Við erum að fíla þetta. Kallinn er hins og slagur. Já, pottslagur. Hann hefur gert áður og séð áður. Boltinn í hornið, hann er búinn að setja mörg. Þetta
og F-fáingar eiga bolta alltaf jafna í 30-30 þegar 100 sekundur eftir að leiknum. Það eru 100 sekundur eftir að tímabilinu. Já, hérna hér Ási með boltan innan pottslagur. Birgir spila hérna fyrir utan. Hotamenn hafa ekki mikið verið í leiknum. Já, og Birgir komið skref, háru rétt. Birgir fyrir alltaf sem er reyðing og tekur sér endar hinum einn. Við veitum að bara boltin er ekki að fara í hægra horn. Nei, hann fyrir ekki hægra horn, nei. Leikmann nummer 18 fær ekki boltan. Eyþór Ólafsson. Sér líka hvernig stendur hann gerir sig ekki líklega, nú fær hann það! Og hann er! Frábært spil. Númer 18, Eyþór Ólafsson. Það er 1 mínúta eftir, látum vilja okkur heyra. Staðan er 30-30. Já, staðan er 30-30 og það er alltaf verða algjörlega vitlaust. Búti hérna. Það er bara svoleiðis, Jakob, við erum búin að kveiki í þessu hérna. Ég sagði 31-31. Sjáu þið fótavinnuna hjá leikmannum með 4, hún er til fyrirmynd. Já, Jakob. Jakob Martin Ásgeirsson. Það eru 33 sekundur eftir af tímabilinu á þessu liði með annar liði skorar. Já, nú stillar upp, leysir inn. Þeir ætlar að taka stóra skoti, bolti fer út. Hægri skeytuna. Þetta er vít, ég veit að kemur rauðning. Og hann stóða tíman. Leikurinn stoppar 20 sekundur eftir. Ég er svona lítill límið því á svölunum standa Íslandsmeistarar Fjölnis hérna í fjórðunleiki kalla eldri. Ég er bara lítill límið. Jæja, hvað er að gerast hérna? Það kemur einn hægri, þú fara að sjá það núna. Já, hérna hér, 20 sekundur eftir. Horfða vinstri skiptinni aldrei sem... Er höndin ekki uppi eða? Jú, höndin er uppi. Nema Jónas sé bara að vinka mér. Höndin er uppi. Og einn hægri. Bolti í gegn. Það er unningur. Og það eru 13 sekundur eftir. Bolti er langur. Enn og langur. Og það eru 7 sekundur eftir. Það eru 5 sekundur eftir. Að Daniel er skotið. Banevarinn. Og það er fríkast að tíminn úti, Jakob. Ég sagði hann 31-31. Það er 30-30. Við erum á framlengingu, fyrsta framlenging dagsins. Nema þeir skori úr fríkastinu. Já. Skilur hvað Ragga Júl er ósátt. Hún fær ekki að hita upp inn á velli. Það er að fara framlenging. Já, ég sé hann að hún er gjörsamlega brjáluð. Þetta er ólíkt henni. Það er verið að segja henni að setjast niður. Ragnheiður Júlsdóttir þarf að setjast og hafa sér hæga. Jakob, mér þykir væntu þig. Það er bara svona Elliði Snær Viðarsson. Þetta er vítaskott í körfunni. Já, það er 1 skot eftir. Ef hann skorar þá verða þær Íslandsmeistarar. Ingvar, gegnum klof í andlit draut. Það er bara varinn og við erum á leiðinni í framlengingu. Heyrðu, það er framlenging, fyrsta framlenging dagsins. Já, þá er 5 mínútna pása hér gerð áður við förum í framlengingu sem er leikinn 5 mínútur. Ef það verður jafnt þá er aftur 5 mínútna pása og 5 mínútna framlenging. Ef það er jafnt þá er vítakastkeppni. Svona það vera njóti bara tíma í sjópunni og við úrslita leikjum Íslandsmótsins í handbolta. Bæði liði fara hérna inn í klefa. Það ráða ráðum sínum. Herru, hér standa Sissi, Róbert, Svavar, Halli, Stefán og svo dómararnir. Það er framlenging. Við tökum okkur 5 mínútna pásu. Það er kaffipása. Kaffipása og svo komum við með síðara hálfleikinn. Nei, með framlengingu segi, það er allt í rugli hérna. Það er alltaf suðubúndi, Jakob. Algjörlega. Og við færum ykkur frekar fréttir af Rögg og Júl og Þorgeiri Katrínu hér eftir 4,5 mínútur.
Þá framlenging að hefjast hér. Hún 2,5 mínútur og ef það jafnt þá aftur 2,5 mínútur. Ef það var jafnt þá vítakastkeppni en við skulum byrja á þessari framlengingu. F-fáingar byrja með boltan, staðið 30-30 í einum allra skemmtilegasta leik sem ég sé bara lengi í flokkunum. Ég spáði inn á 31-31 en það fór 30-30. Jakob kominn aftur. Velkomin Jakob Steinn minn. Takk fyrir. Já Jakob, nú spáið, hvernig fer það? Ég ætla að halda að spá F og sigri. Já. Ég held að Gísli eigi eftir að stíga alltaf upp. Ok. Það verður klifturinn í leikinn strax frá fyrstu mínútu. Fær boltan, losar aðra og þeir sjá þetta. Ok, og hvernig lokatölur? Kallast það stígu upp. Já. Ok. Lokatölur? Þetta mun fara 34, 34, framlengt aftur, 37, 36. Ég var bara að skrifa 36 með framlengt. Þannig við erum báðir að spá í tvíframlengt. Já. Ok, og svo skoðum þetta eftir. Herru, ég spáði alveg síðan að eftir tvíframlengt verði 40-40 sko. Ég ætla að skrifa bara hér strax. Já, shoutout á Jónas Bjarka sem segir að veri þvílíka snildin þetta fer í vító svo sem samanlega. Já, bara, ég ætla bara að spá í vító fer þetta 3-4 fyrir FH. Mitt. Æja, við erum byrjaðir. 30-30. Klippa Gísla inn, hann losar á aðra. Ok. Næstu því. Já. Ég veit ekki, ég heyri rosa vel í okkur báðum, við erum kannski báður á háir hérna, það skiptir ekki máli. Þetta svo mikið undir að við erum að öskra í þetta. Röddin mín farin. Hún bara farin. Já. Þetta frábært skot. Númer 23 í liðið FH með sitt 9. mark. 9. mark. Ásmundur Atlason. Og þetta Ásmundur. 4. mark og eftir 5, 4. mark hann komið 9 mörk hérna. Herru, já, röddin mín bara farin. Og ég á Kiss FM helgina, hvernig það það Jakob? Í þráðbeinni. Ég held að þetta röddin mín sem sexy svona. Þetta rauningur. Nei. Bjarki Rósamála. Rauningur. Ég valdi sem rauningur. Hann setti olbón undan sér. Já. Tók engar hefingur. Mér fannst þetta að vera rauningur. Herru, það 31-30 fyrir FH. Eyjamenn með boltan. FH byrjuðu framlíkinguna. Þú segir 34-34, ég segir 36-36. Við erum báður að því að þetta fari aðra framlengingu. Já, frábær vörn. Eða hvað, nóg eftir þessu. 1,5 búinn af fyrri hálfleik fyrir framlengingu. Þetta að því gefna að vera 2, en hérna 30-31 í staðan, FH yfir. 1:45. Ásjá miðunni. Nei. Þarna reyna kannski á mikið að fá Gísli að halda boltanum sann. Það þurfa að klippa hann inn. Birgir. Boltin í horni, þetta mjög þröngt færi. Boltin bara var tvisar út í horn. Hann bara skoraði einu sinni stöng. Það var fyndið að fór inn, hann var aldrei búinn að fá boltan til leiknum. Þegar fór inn hann að Eyþór Ólafsson og skoraði mikilvægt mark. Svettkaldur. Jörgen Freyr kemur inn á línuna. Stoppuðu tíman hér. Þetta eftirlitsdómari í lagi. Sissi lætur áhörundu taka teip hérna. Þetta vel gert hérna, við gefum putta á þennan, þurfum á þennan. Virkilega vel gert, það aftur komin stemningin í húsið. Algjörlega. Og Þorgerður Katrín byrjuð þetta. Þetta fyrsti framlendi leikur dagsins. Daniel upp, hreint í loftinu, lendir hræðilega. Lendir hann að síðast með baki líklega frekar en nakkan. Já, hann fer Jakob Martin fyrir út að hann virðist ekki kannast við að hafa komið nálægt honum. En hann lendir illa hana. Já. Bjarki útskýrinn hann hafi farið inn í hliðina á honum í loftinu og þessu klárar 2 mínútur. Það sem gott við hafa Bjarka, menn eins og Bjarka og Jónas. Það rosa þægilt að ræða við þá og sérstaklega Bjarka finnst mér, en bara ég þekki hann mjög vel persónulega. Hann svona, það aldrei læti í honum, skilur. Hann yfirvegur og það sem að... Það hægt að ræða hann og Jónas drullu flottur og Anton, þetta svona no bullshit gæja, skilur.
og þeir dæma leikina mjög vel en svo bara ræða við af hverju þetta svona og kemur bara spjallar, rólegur, spakur. Já, að gera hrósalega dómarunum í þessu leik. Það er bara svoleiðis. Búin að standa sig mjög vel. Búin að standa virkilega, þetta er búin frábærlega standað leikur. Báðir og líka báðir hrikalega fallegir. Já. Og eins og sagði hann, Bjarki bara lítur ruggvel. Ég hef sjaldan sett Bjarka boltan. Já, það er ekki nema þegar hann var í Vestló bara. Já, Vestló. Þegar hann var svona písla og æði handbolta á eitthvað. Einmitt, hann er aðeins búin að minka. Þegar hann var út á BVF-inum. Já, hann dæmir hérna. Hann hefði haldið í hann. Ég sá ekki hvað leikmar þátt að vera. Það er ekki bara að taka fríkast, hann taka inn í teig og dæmt lína. Nei. Jó, það verður að taka inn í teig. Nú. Hann dæmir hann að sko haldið í hann. Já, sorry. Það er rétt. Það er blokkeringu, ég sá ekki hvað var. Ég bara byggðist innilega. Herru, 3 mínútur liðnar af fyrra áleiki í framlengingunni. 30-31 í staðan FH yfir í, afar skemmtilegum leik. Það er engulbreak í vörninni. Já, tæpur á skrefunum. Manni, færri, Gísli Þetta hlýtur að tveggja með það Brotthusun. Það lendir illa. Hann er að fá sinadrátt í... Hann hékk satt í honum hann aftan. Sigursteinn Ardal vill fá Brotthusun. Jörgen. Já, þetta er flott hana. Algjörlega, þetta er fyrirmyndar. Já, Jörgen Freyr, topp eintak. Já. Alveg sammála því. Það er því allan að blóðtaka, svo ekki sem meira sagt, fyrir F-fangunum ef að Gísli Þorgeir þetta hvíla sig eitthvað núna. Algjörlega. En hann stendur upp. Já, hann klappar því. Þetta var hraðuleikur og langur, þannig að menn eru farin að þreytast. Já, engin spurning, það er bara... Utan vett aftur! Það fær víti. Hann fær krampa líka síns með þannig. Það er eitthvað, menn eru orðnir gífurlega þreyttir. Já, spurning hvort að þetta verðskulda ekki 2 mínútur. Já, hann tekur það sjálfur á sig, hann getur komist í 10 mörkin. Ég held að veri einfalt að velja mann leiksins áðan, en það er ekki lengur. Nei. Örugt. Ekki að spyrja það. Númer 23, Ásmundur Atlason með sitt 10. mark. Spilar hún með 4-2, 2 á línunni. Allt galoppi hérna og mark. Það er leikmann með 14. Já, IBVF. Hver skoraði? Þetta var leikmann með 14, Birgir Þór Þorsteinsson. Gabriel Martínez. Það var leikmann með 15 sem skoraði þetta mark, Gabriel Martínez með sitt 5. mark. Var það ekki rétt að vera? Númer 14 er markmaður, þannig að hann er ekki númer 14. Einmitt. Jæja, við erum í smá basli með mikrofón, hann er að vera batterislaus, þetta er FH. Þú ert í rugglinu. Það er 31, 32. Og það er mark! Ekki spurning, hvað setja þetta mark? Númer 23, Ásmundur Atlason. 30-33, 10 sekundur eftir að fyrir hálfleik framlengingar. Og það er gífurleg stemming í FH-liðinu. Þeir eru ákveðnir, fasti fyrir. Boltandi í horni. Hann átt að skjóta bara. Já. Það er fríkast eftir, eða ekki? Jú. Það er fríkast. Ellið tekur það aftur. Hann fekk eitt síðan síðan á hann í lokleiks. IBVF byrja með boltan í seinni hálfleik. Já, það er veistlega. Við myndum setja hann í fjær bara. Og rúllónum. Þetta er svona skott. Einmitt rúllónum sko. Krullar hann. Einmitt. Það er vel varðan í Hávar. Já, og þá er hálfleikur hér í framlengingunni. Liðin skipta leikvöld held ég bara strax, já. Það er engin pása. Og veistlan heldur sér áfram. Já, það er engin pása. Við fyrir bara beint í að skipta helming. Staðan 33-31 fyrir FH. Söndrukall. Ágúst Eili virðist stressaður, svona ef ég
hafa lesa andlitssvipinn. Ég ekkert búinn að stytta það, sko. Hann búinn að naga tappan á powerflöskunni algjörlega niður. IBF byrjar með boltan. Herri, við höldum bara áfram hér. Ég að betra að Brynjar kom upp með raflöður fyrir mikrofónu því að hann blikkar hjá mér. Það bara svolítið. Já, við viljum ekki hafa blikkar. Við erum búin að vera í marathonleik hérna. Herru, síðari hálfleikur framlengingar hafinn. 33-31. IBF getur minkað 1 mark. Erum með mann í vestin á. Jakob Martin hann fyrir framann í vörninni á FH. Hann algjörlega óþreytandi. Búin að vera framann eins og hetja. Hann Jörgen komin í gegn og fær vítið. Góð sending. Já. En vel varið. Getur minkað í 1 mark hérna. Það Gabriel Martínez sem þú helst að væri Birgir á hann. Einmitt. Hann ver þennan bolta. Númer 12 með sitt 12. varðaskot. Það aftur koll að keyra á bekknum hjá F-engunum. Það að detta í 1 mínútu hér liðna á síðar hálfleik framlengingar. Staðan 31-33. Ágúst Eli var eitthvað að reyna að tileinka þessa vörslu sjálfur sér. Já, sjálfsögðu. Hann sagði nú hvernig hann glotti, hann benti til okkar og vildi meina að þetta veri eitthvað tengt honum. Við gefum Ágúst Eli þetta kredit. Ágúst Eli varði þennan bolta. Góð varsla. Þannig að Guðmundur Jónsson bara með 11 og Ágúst Eli 1. Það bara svoleiðis. Þetta mjög gott. Ágúst Eli langbesti markmaður heims í þessum aldursflokki. Ég ætla bara að tippa það. Það líklegt. Já. Heyrðu, jæja. 30-33 IBF með boltan. Boltin út af. Já, klaufalega. Það að taka langan. Nei. Annarkur sendur stutt og skot eða skítur. Marki. Rassin á þeim maður. Þjálfarinn gjörsamlega brjálaður. Leikmaður númer 2. Staðinn fyrir að koma þessu í 34-31. Þá staðan 33-32. Það fóðu vil. Allt í járnum. Spennustigið gífulega hátt. Línumæður kominn hann og auðvitað sjó fyrir utan punktalínu. Sækir utavert. Bara aukastið. Aron, henni að laupa og tjekka á pappaðinum. Ég verði að fá batteri. Batteri áverðinir í búri. Gísli með bolta fyrir utan. Vel varið. Já, ég get ekki kalla nefna þess að ég batterislaus hér. En hann með 14. varða skotið sitt hér. Þeir geta jafna leikinn. Já, við erum að ég að bíta batterið með 32-33. Eigum að geta jafnað. Spilaði einu fleiri í sókninni. Markmaðurinn er komin út af. Opnað fyrir hornið. Og það mark! Það 33-33. Já, ég aftur hér. 2 mínútur eftir. Ég að bíða hérna eftir batteriðum í mikrofónin svo ég geti tilkynnt á vellinum markaskorrana. Leiðilt að geta ekki tilkynnta. Hver skoraði þarna aftur? Þetta var. Ég manna ekki. Nei. Jú, það var vinstri hornamaðurinn. Við nú við. Gerir vel. Aron og enginn komið með batteri hérna. KKK búinn að missa röddina. Já. Algjörlega, hún alveg farin. Ég veit ekki hvað staðan á batteríunum minn Og frábær sending. Já. Ég ætla að reyna þetta aftur. Þetta Gabriel með mark. Númer 15. Nú ekkert pláss fyrir mistök. 34-33. IBF vil, fyrir utavert aftur. Komið skref. Komið lína, segir hann. Tíminn stoppaður. Rúm mínúta eftir. 34-33. Eigum við konið yfir? Ég bara dattaði að setja þetta. Algjörlega. Losar hornið. Og hann dæmi línu. Hann skorar dæmi línu. Var það lína? Ég sá það ekki. Engin leið til að sjá það. Sara myndavélag kona sagði að þetta væri lína. Hvað segir þau? Dæmt lína.
En var Dandlín á Ás eða var Dandlín á Hornamann? Á Hornamann. Mér varst hann ekki, ok, hérna frá leitið þetta ekki út fyrir að, já, F-fáingar sem voru með þetta í hendi sér rétt á hann. Já, Jakob, ég ætla samt að segja þér, ef F-fá jafnar skora 1 mark viðbót, þá er þetta rétt hjá þér, 34. Það er veisla! Eyjamenn í lykilstöðu með boltan, 1 mark yfir og tæp mínúti eftir. Þetta er spennandi, maður. Nú snýst þetta allt saman að halda haus. Já, 40 sekúndur eftir, hvað gera Eyjamenn? Markina tryggir þetta. Hann skorar og þeir þurfa að keyra. Það er leikmaður númer 4, Logi Snædal Jónsson. Frömiðja. Eyjamenn eru búin að tryggja þetta. 35, 33, 28 sekúndur eftir. Og brotið. Já, þetta leit út að vera í hendi F-fanga hér í, hvað var staðan í hálfleik í framlengingunni? Þeir eru 2 mörk. Var ekki 31, 33? Þeir eru ekki múin að skora í seinni hálfleik. 4-0 í síðari hálfleik framlengingarnar. Gísli þarf að setja hennan inn. Frábær vörn. Aftur með krampa. Eða hann reyndar lemur í gólfið reyndar núna, hann getur verið eitthvað meira. Menn eru þreyttir, það er bara svoleiðis. Þetta er erfitt. 16 sekundur eftir. Já, í þessum 70 mínútna leik. Þá er ég ekki að tala um 1 og Sveppi 70 mínútur, leikurinn er búinn að vera 70 mínútur. Og ég veit ekki hvað ég sagði ekki Simma Jói, 1 og Sveppi. Ég byrst afsökunar. Já, ég veit. Hann var að skjóta strax. Já, þeir verður bara að skjóta og svo er þetta, ég veit ekki hvort þið stoppir tíman eða eitthvað. Nei, örugglega ekki, þeir eru svoleiðis lalla á miðuna. Þessi það bara fyrir inn, Gísli skorar. Númer 10 með þessi 12. mark, Gísli Þorgeir Kristjánsson. Þeir geta ekki tafið þetta, hvað er hann að hlaupa? Og nú má ekkert fara úr skeis. Þetta er búið. Íbja fyrir Íslandsmeistari. Í 3. flokki karla, 2016. Þá er það ljóst að Eyjamenn eru Íslandsmeistarar í 3. flokki karla. Óskum til hamingju með það. Já, þetta var svakalegt. Það var svakalegt. Við förum að séu markaskoruna. Býtaði þetta kalla svo Róbert. Farðu kannski við markaskoruna inn á blaðinu mínu. Lestu bara við markaskoruna. Já, sjálfsagt. Róbert! Í liði Eyjamanna. Þá var það Andri Ísak Sigfússon sem var markahæstur með 13, 14, 15. Er hann með 16 mörk? Hvað séru? Er hann með 16 mörk? Þetta er markmaður, hann er með 14 varinn. Hvernig var það 16 út úr þessu? Þetta er alls konar línur. Þetta er 14, þetta er 5. Þú ert ekki skrifandi. 5, 5 og 4. Bjarki með 1 varið. Andri Ísak með 14 varinn. Hvaða krass er þetta hérna? Þetta er krass, þetta er ekki lína. Elli með 4 mörk. Logi Snædal með 1. Lúis Rafael með 3. Já. Gabriel Martínez með 7. 6. Þetta er 6. Þetta er 5 plus 1, já, 6. Friðrik Hólm Jónsson með 5. Ágúst Emil Gretarsson með 8. Daniel Griffin með 4 og Darri Gilvason með 3. Já, og ef við rennir yfir, þetta er markmannina með 12. Guðmundur Jónsson. Jakob Martin Ásgeirsson með 2 mörk. Sigurður Dan Óskarsson með 1 vörslu. Já. Gísli Þorgeir með 12 mörk. Já. Birgir Þór Þorsteinsson með 5. Já. Eyþór Ólafsson með 1. Mímir Sigursson með 3 og Ásmundur Atlason með 11 mörk. Þessum marathonleik lokið og eftir þetta að verðlauna bæði liðin og mannleiksins og þau eru þar næst Róbert Gíslason og Guðrún Guðjónsdóttir. Nú við byrjum á að verðlauna mannleiksins. Hann kemur úr sigurliðinu, skoraði 8 mörk og heitir Ágúst Emil Gretarsson. Hann kemur fram á ból og kemur yfirkjörnarskipti. Frábær leikur og margir móti frábær leik. Já, og kemur kannski í stoppari mynd. Það er kannski þessi spennleikur hann á Guðri. Já, það var vel laupa hana. Þetta var frábær leikur sem endaði í frávíkingu og við ætlum að fá og heiðra lið í öðru sæti á Íslandsmóti í 3. og skanna silfur hafar. Það er F.A.
Við skulum klappa vel fyrir FH. Frábær leikur í alla staði, frábær frammistaða. Já, við skulum bara gefa það gott klapp, uppbæðarklapp. Meðbúlega eða? Já, bara róleg, ekki þetta. Já! Það hlýtur að vera bara niður í búring, fyrir húsar. Viltu að taka bara með þér? Já. Er það? Erum við að finna eitthvað fyrir þig? Já, bara fínt, reyndur og fínt. Við gætum að sko komið síðasta leikinn. Ef þú finnur eitthvað að taka við það, þá er það bótt þess. Nei, finnst eitthvað fyrir þig. Þetta er svo einfalt verkefni. Hvað er þig? Næstu leikur þetta ekki fengið fram? Jó. Þeir eru með hérna bara klárir. Ég er bara klára hérna. Það. Aldrei. Ok, aldrei. Við erum að hægt á þetta fyrir. Lít ekki við höfum þetta síðan. Takk hérna. Mín ánægð. Já, við skulum klappa vel fyrir FH-ingum og ætlum að fá það í liðsstyrktarköfni í hotinu. Fá það í hotni á markinu. Fá það í mittaldyrkunar. Og þá okkur ekkert að hann búnaði og við ætlum að fá Íslands meistara í þriðarleiki karla på svið IBF. Íslandsmeistarar IBF!